Leikurinn í Kópavoginum fór rólega af staðinn eftir 25 mínútna leik kom fyrsta markið og það voru Víkingar sem gerðu það. Björgólfur Takefúsa fær boltan hér, nánast fyrir tilviljun. Hrekkur þarna af bakinu á Þórði Steinari Hreiðarsinni en Björgólfur skilar boltanum í netið og staðan 1-0 fyrir Víkinga. Aðeins 4 mínútum síðar kom annað mark gestanna úr Fossvoginum og það gerði Magnús Páll Gunnarsson. Uppalinn Bliki lúrði á fjárstöngina, boltinn hrökk til hans og hann skoraði örugglega og auðveldlega í autt netið. Blikar svörðu fyrir sig á 37. mínútu. Árni Vilhjálmsson fær boltan hér inn á tegnum, tekur laglega á mót honum og skilar honum í netið fram hjá Magnúsi Þormari í marki Víkinga. Gestirnir voru þó hins vegar ekki hættir og á loka mínútu fyrir hálfleik skoraði Aron Elís Þrándarsson þetta laglega mark. Tekur vel á móti boltanum og kemur honum fram hjá Sigmari Inga Sigurðarsinni í marki Blika og staðan 3-1 í leikliði. Breiðablik byrjaði síðara hálfleikinn svo af miklum krafti og strax eftir 4 mínútna leik minnkuðu þeir munin í 3-2. Rafn Andri Haraldsson gerði það eftir laglega fyrirgjöf frá Guðmundi Kristjánsinni og héldu þá eflaust margir í Kópavogi að Blikar myndu hamra járnið meðan væri heitt. Það var hins vegar alls ekki. Víkingar tóku öll völd á vellinum og Björgólfur Takefúsa skoraði 4. markið fyrir þá á 65. mínútu. Á 77. mínútu kom svo 5. markið og aftur var það Björgólfur Takefúsa sem var þar á ferðinni 3. markið hans. Sigmar ver boltan í slána en Björgólfur fylgir á eftir og staðan orðin 5-2 og áður en yfir lauk bættu Víkingar við enn einu markinu. Aron Elís Þrándarsson gerði það annað markið hans, 7. mark Víkinga. Ótrúlegur sigur hjá Víkingum sem þegar voru fallnir á Íslandsmeisturum Breiðabliks 6-2.